Takk fyrir Björn. Kannski aðeins segja frá mínum bakgrunni og kannski starf mitt sem fjárfestingarstjóri, þá ég kannski að velja mikið á milli eignaflokka. En í rauninni hefst áhugi minn á erlendum mörkuðum svona til miklu fyrr. Ég man eftir ég held að sé 88, þá ég að horfa fyrsta skiptið á Wall Street og mér fannst Gordon Gekko alveg brilljant típa. Og þá fékk ég svona áhuga á New York og hlutabréfamarkaðinum. Og eiginlega frá því að ég fór í háskólan að þá langaði mig alltaf að starfa svolítið mikið í erlendum bréfum. Og svo var ég mjög ánægður þegar Íslendingar og sérstaklega lífeyrissjóðirnir gátu fara að fjárfesta meira erlendis hérna kringu 1990 eitthvað og svo þegar ég fór sjálfur að starfa 99 að þá byrjaði ég að starfa hjá fyrirtæki sem Fjárvangur og var sá þar meðal annars erlendu stýringu fyrir frjálsa lífeyrissjóðin og síðar þá var ég að stýra erlendum sjóðum og þegar mest lét þá var ég að stýra 7 erlendu sjóðum. Ég mjög spenntur núna að vera hérna á þessum tímapunkti og fyrir ykkur sem kannski fylgst með fyrirlesturunum hjá okkur í VFB þá höfum við verið með ákveðna fræðslu í tengslu við erlenda markaði og síðast bara fund núna í vikunni fjárfestingar án hafta. Þannig að fyrir mig þetta alveg gífurlega spennandi tími. Það sem ég ætla að vinna hérna aðeins með okkur og fara yfir erlendi markaðurinn svona í heild bara þannig að við áttum okkur á því hvað að fara að gerast, hvernig þessi markaði virkar og ég byggi svolítið mikið á því sem að kannski Ármann og Helga eru búin að gera núna. En við skulum bara vinda okkur í þetta og fyrsta spurningi sem alltaf gott að svara í svona af hverju erum við að horfa á erlendar fjárfestingar og af hverju svona mikilvægt eins og í fréttunum alltaf lífeyrissjóðirnir verða að komast út. Við verðum að fá fleiri fjárfestingar möguleika fyrir lífeyrissjóðina og þeir verða að fá að fjárfesta meira erlendis. Staðan lífeyrissjóðina eins og það sem þeir eru að gera að þeir eru að verja neyslu okkar í framtíðinni. Og neyslan okkar sirka 40% innflutta vörur, 40% innlenda vörur og svo 20% húsnæði. Þetta svona, getum við sagt, svona neyslu karfan okkar. Og það sem lífeyrissjóðirnir eru að gera hjá okkur að verja neyslu okkar í framtíðinni. Og þegar við horfum svo á þessa samsetningu á neyslunni og lítum svo á hvernig þessi mynd sýnir hvað hlutfall eigna lífeyrissjóða raunverulega erlendi sem að þá ver okkur fyrir áföllum og gengisveiflum í þessum erlendu innkaupakörfu okkar, að þá sjáum við að það nær svona að vera kringu 22% í dag. Og þeir voru nýverið fengu þeir heimildir til að fjárfesta fyrir 10 milljarða og það bara rauninni dropi í hafi með það sem það þyrfti að vera og ég veit að flestir lífeyrissjóðir væri tilbúin að vera með þetta hlutfall í kringu 30 til 40%. Þannig að þess vegna mikilvægt fyrir okkar að vera að heimila fjárfestingar erlendis. Og sama áhætturinn líka við okkur ef við erum að fjárfesta til langstíma og fyrir okkur sjálf og ætlum bara að verja neyslu okkar í framtíðinni, þá þurfum við að horfa líka á þetta. En aftur á móti ef við ætlum að fara að safna okkur fyrir bíl eða við ætlum að fara að safna okkur fyrir sumarbústað eða einhverju svoleiðis, þá kannski ekki mikið viti að vera mikið að fjárfesta erlendis og þá tekur við náði gengisveiflur og annað sem ég fer yfir og eftir. Og af hverju hafa Íslendingar fjárfest svona rosalega mikið á Íslandi? Það svona spurningi sem við verðum að fara aðeins yfir. Sko, við höfum náttúrulega verið í gjaldeyrishöftum frá 2008, þannig að við engin mátt fjárfesta erlendis, þannig að það mjög einfalt að horfa í nærtíð á þetta. En sögulega hefur þetta verið, kannski í fyrsta lagi þess að vaxtamunur á milli Íslands og útlanda hefur verið mjög hár. Og við kannski horfum tilbaka og sjáum hér þegar var kannski 18% stýrivextir hér í landi, að þá var kannski ekkert mikið þörf á að fara mikið erlendis með sparnaðinn og settir þetta bara á innlán og þetta bara hækkaði þar eða inn í einhvern skuldabréfasjóð og þetta bara hækkaði. En staðan í dag, aftur á móti, búin að gjörbreytast og ef við horfum til dæmis á vextina á Íslandi, þeir eru búin að lækka niður í 5,4 til 5,8 en á sama tíma þá líka vextir erlendis búin að lækka og við horfum að það neikvæðir 0,75 upp í 1,75% og þá þarf það að fara í 1,75% árlega ávöxtun ef þú átt þetta ákveðna skuldabréf í 10 ár. Þannig að þetta smá áhætta sem að taka þetta 10 ára og fara bara 1,75. Þannig að ef þú verður að spara fyrir sumarbústaðnum, þá myndir alveg gera það bara hérna miklu frekar með að kaupa 5,8% vexti. Það er svo lógík á bak við þetta. Verðtryggingin hér hefur líka verið mjög vinsæl sem fjárfestingarkostur að hluta til að hún ver okkur fyrir gengisveiflum. Þess að gengi fellur þá fyrir verðbólgan af stað og þeir sem eiga þá verðtryggða pappíra að þeir eru svona með svona einhverja gjaldeyrisvörn hjá sér. En svo það líka eins og í flestum þróuríkjum að þá sem sagt þekkingin á heimamarkaði alltaf ríkjandi. Og þetta ekki bara á Íslandi, við horfum til dæmis í Þýskalandi, þá eru þýskir fjárfestar meira fjárfesta í þýskum fyrirtækjum heldur en í alþjóðlegum fyrirtækjum. Í Bretlandi sem mjög stór hlutabréfamarkaður, þeir fjárfesta meira í Bretlandi heldur en í Bandaríkjunum til dæmis.
Þannig að þetta eru svona alveg svona eðlilega skýringar þarna og eins og hér heima við þekkjum fyrirtækin. Við löbbum niður á Laugavegi, við sjáum alla túristina, þá vitum við að líður að gott og mikið að gera hjá Icelandair. En það sem kannski lykilpunkturinn sem við höfum lært kannski að undanförnum 8 árum eða svo að eignadreifing lykilatriði þegar kemur til að sparnaði til langs tíma. Og ef það einhver lærdómur sem við verum að taka af í raun fjármálahruninu, þá að dreifa eignum okkar betur. Og hér set ég veit við vorum að fara við hlutabréfin áðan, en hér set ég hérna lengri tíma mynd sem Ármann setti líka upp af hlutabréfum á aðallista. Þetta bara aðallista vísitalan. Og þannig sjáum við að á þessum tíma þá bara þurrkaðist innlendi hlutabréfamarkaðurinn út. Ef það áttir erlendar eignir, þá áttir þær eru áfram með svo lengi sem það var kannski vel dreifðar eða í réttum félögum. Það var mörg fyrirtæki í heiminum sem fóru á hausinn á þessum tíma. En þráttur eins og segi gott svona góða ávöxtun og svona gott tempó á innlendu hlutabréfamarkaði, þá eigum við enn eftir að svona vinna okkur upp. Og þetta kannski svolítið ósanngjörn mynd, þannig að markaðurinn á Íslandi búinn að þrefaldast í rauninu á þessum tíma frá hruninu. En bara ítreka, eignadreifing algjört lykilatriði þegar maður horfa á fjárfestingar til lengri tíma. Þess vegna eru lífeyrissjóðirnir að horfa á það að fjárfesta meira erlendis. Íslenska krónan, uppáhald margra og var mikið svona rætt þetta í þingsölum núna hvort að núna til dæmis eins og Sjálfstæðisflokkurinn að koma með einhverja tillögu að þeir horfi bara á krónunni sinn gjaldmiðil og útiloki þá með hugsanlega evruna í framtíðinni og þetta mikið verið að ræða þetta í pólitíkinni núna. En kannski stóra málið í þessu að allir gjaldmiðlar sveiflast og krónan ekkert óeðlileg í þessu samhengi. Og við sjáum þessar sveiflur þarna að hún lækkar þarna 100% á einhverjum tíma. Í mörgum ríkjum þetta bara nokkuð eðlileg sveifla og ég horfi til dæmis á brasilíska realið undanfarin kannski 15 ár að þeir eru búin að fá 2 sveiflur þar sem að gengi hjá þeim hefur fallið 160% og meira. Og þeir eru í miðju þannig fallið núna og þannig að krónan okkar hún lítur rosalega vel út þarna í þessum samanburði en það má ekki gleyma því að frá í raun 2008 eða seint ár 2008-2009 að þá eru búin að vera í höftum. Það búin bara krónan búin að vera fest, Seðlabankinn hefur stýrt flæðinu og hafa gert það svona í raun hafa ágætis móti því í raun fyrir að búa í haginn kannski fyrir íslensk fyrirtæki og annað með að hafa hana nokkuð stöðuga. Hvort að hún sé rétt verðlögð ekki, það svona kannski þegar hún fer eitthvað á flot, þá kemur það í ljós. En að eiga erlendar eignir með íslenska krónu ýkir sveiflur á bréfum. Og ég sýni það aðeins betur og eftir að þegar krónan fellur, gengi fellur, að þá hækka allar erlendar eignir í virði. Og þegar hún styrkist að þá lækka þær. Eins og núna undanfarið, ef við sjáum 5% styrking á krónunni, núna frá því ágúst-september, að þá verður erlendar eignirnar að lækka. Og oft hefur það verið þannig hér í hagsveiflunni hér að þegar erlendir markaðir að hækka að þá krónan að styrkjast. Þannig að sá sem á erlend hlutabréf ekki alveg að njóta þessar miklu hækkana í íslensku krónutali sem eru erlendis. Þannig að krónan áhættuþáttur en það fer náttúrulega eftir í hvernig horfið á fjárfestingarnar. En hvar eru við stödd í dag? Og mér finnst gott að fara aðeins yfir það að höftin koma hérna, þeir horfið hér á myndina, hér við hlið. Og þá sjáum við í árslok 2008 að þá erlendir markaðir í lággildum sínum. Þar setjum við í lás og við læsum markaðan. Þannig að bara nú ætlum við bara að loka fyrir gjaldeyrisflæði á landinu og stýra það algjörlega. Síðan þá hafa erlendir markaðir eins og Bandaríkjamarkaðir alveg tæplega þrefaldast sig. Og nú komið að því að við séum að tala afléttingu hafta. Þannig að þegar við förum að tala erlenda fjárfestingar að þá mikilvægt að horfa líka á það hvar erum við stödd á erlendum mörkuðum. Og ég get talað hérna alveg lengi að það aðgerðir sem búið að gera, hvað búið að gerast á erlendum mörkuðum, en það sem við ætlum að festa okkur svolítið í svona grunninum hérna, að þá kannski tekið endilega í spurningum hérna á eftir. En þegar við erum að fjárfesta í dag, þá ætlum við að fara með allan peninginn strax, eða eru markaðsaðstæður kannski þannig að hlutabréfaverðið í Bandaríkjunum orðin bara nokkuð hátt. En Helga var með erindi hérna áðan skuldabréf
og skuldabréf hafa oft verið svona aðeins flóknari gjörningar til þess að skilja heldur en hlutabréf. Það gengur vel hjá hlutafélagi og bara hækka það, meiri tekjuvöxtur þá hækka það, hagkvæmur rekstur, einhver söluaukning eða einhver vörulína seld til Asíu þá hækka félagið. En ef við horfum samt á heildar fjármálamarkaðinn í heiminum, og hér er ég með mynd sem ég fékk að láni að minni frá Merrill Lynch, að það sjáum við þarna að skuldabréf eru megin þorri útgefana pappíra í heiminum. Þannig við erum að horfa á fjárfestingamengið í heiminum og þetta er semst í billjónum dollara, þá standið trilljón þarna, þess að við erum með annar skala, við horfum á íslensku og ensku. En þannig sjáum við að hlutabréfamarkaðir í heiminum eru bara cirka 23% af heildinni. Samt er þetta það sem fær alla umfyllunina, og það sem ég vil kannski beina hérna líka er að þekking á skuldabréfum til sem spágildi þá fyrir hlutabréfamarkaði er mjög mikilvægt að við áttum okkur á því hvað er að hreyfa skuldabréfamarkaðina. Og ég held til dæmis ef við horfum núna á hvernig fjármálakrísan er búin að vera og eftirmála hennar, að þá er það fyrst og fremst skuldabréfamarkaðurinn sem er búin að keyra þetta upp. Hvað gerir seðlabankar í heiminum? Keyrðu niður vexti, niður í neikvætt gildi eða rétt yfir núllið, og þá tóku hlutabréfin við sér. Af hverju? Það er ódýrt lánsfé alls staðar. Þannig að fyrirtæki geta endurfjármagna sig, meiri hagkvæmni í rekstri og þá tekur þetta við. Þannig að þekking á skuldabréfamarkaðnum er gífurlega mikil. Og við sjáum á þessari mynd að skuldir sérstaklega fjármálastofnana og ríkisins hafa verið að auka svolítið hressilega, og það er partur af þessum svona aukningu í þessum við kalla quantitative easing á ensku eða magnbundinni íhlutun. Og aðeins hlutabréfavísitölur, við heyrum alltaf fréttir að mörkuðum, þá er alltaf að tala Dow Jones vísitalan hækkaði, S&P vísitalan hækkaði eða hlutabréfavísitölur í Evrópu voru að hækka, og þá þarf maður svolítið átt að sjá því hvaða vísitölur þetta eru. Og það er til svo rosalega mikið af vísitölum að það er nánasti vísitölur allt sem við getum fjárfest í. En það eru vinsælustu sem við erum að horfa á, er Dow Jones í Bandaríkjunum og S&P 500. Og ég lista hérna upp á þessari glæru svona nokkrar til dæmis alheimsvísitölur sem eru mjög margar. Við horfum oftast á MSCI World hér, en það eru til miklu fleiri vísitölur eins og hérna S&P Global 100, S&P Global 1200 sem þá annars 100 stærstu fyrirtækin og svo 1200 stærstu fyrirtækin í heiminum, og svo eru Russell Global Launched, þetta eru bara til aragrúa af alheimsvísitölum þarna. Og ég set þarna inn að varðandi svona sérstakar landavísitölur að Dow Jones vísitalan, að ég tek ekkert mark á henni, hún er algjörlega handónýtt sem viðmið, og af hverju ástæðan er svo að það er verðvísitala. Venjulega vísitölur eru þannig að það er markaðsvirði fyrirtækina sem að ræður vigtin í vísitölunum. Rétt eins og hérna þá eru stærstu félögin sem vigta mest, og í S&P 500 þá er það þannig, það er bara raðað eftir stærð, og ef markaðurinn er að hreyfast 2% þá veistu það að stærstu fyrirtækin eru kannski kontributa eða skila hvað mest inn í þá hækkun, og svo hinn minna og allt eftir stærð. En Dow Jones vísitalan sem er mikið talað að hún er verðvegin. Það sem það þýðir er að hlutafélag, sama hvaða hlutafélag og hvaða nefndin sem að velur í þá vísitölu ákveður að velja í hana, ef gengið er 100 og það hækkar 10%, að þá gildi það meira heldur en félag sem er á genginu 50 og hækkar 10%. Og þannig það er verðið sem ræður, en það getur vel verið að félagið á 50 sé miklu hærra verðmetið og miklu meira markaðsvirði heldur en þetta sem er á 100. Þannig oft er maður að skoða svona viðmiðunarvísitölur og hlutabréfavísitölur sérstaklega, þá þarf maður átt að sjá því hvað er þarna undir. En í heiminum er til svo mikill aragrúa vísitölum, og þarna setja ég inn svæðisvísitölur sem við fylgjum svolítið vel með hjá VIP, og þar er hægt að fá sérvísitölu fyrir Asíu, þar er hægt að fá sérvísitölu fyrir Evrópu og þessar svona stærri svæði, og svo eins og svona Mið- og Suður-Ameríka, það er til sérvísitölur þessi svona landsvæði sem er þá ekki heimurinn, þetta er aðeins búið að þétta niður í einhver ákveðin svæði, og svo er til sérvísitölur hvert og eitt land. Og bara hér setti ég upp á glæruna vísitölur sem eru til í Ástralíu. Og þetta er bara svona eitthvað sem ég tók svona nokkuð random úr, það eru örugglega til fleiri. Þannig að sjá að löndin eru líka með mjög mismunandi undirliggjandi vísitölur. Og þetta er sérstaklega gott til dæmis ef þið eru að skoða verðbréfasjóði.
að einhverju verðbréfasjóður segir ég er að gera betur heldur en viðmiðið mitt, þá þarf maður alltaf að vera svolítið gagnrýninn á það hvert viðmiðið mitt. Er það rétt endilega? Ef ég er með alþjóðlegan sjóð sem er með viðmiðið upp á Evrópu, þá er ég ekki með rétt viðmið. En þetta hef ég alveg séð í mínu starfi að sjóðstjórar koma til mín með rosalega flottan sjóð, lítur rosalega vel út, viðmiðunarvísitalan, við erum búin að gera 40% betur á síðastliðnu ári. Ef þú ert búin að gera 40% betur heldur en vísitalan á síðastliðnu ári, þá ertu með ranga vísitölu. Og þá er okkar að vera gagnrýninn á það. En spurningin nú er að opnast fyrir höftin og þó svo ég trúi því að höftin verði hérna áfram í einu eða öðru formi. Þau eru ekki að fara alveg af og þá er spurningin hvað þú vilt setja peningana hérna þegar þú færð tækifærið á að fara út. Og ég veit að einhver að spyrja hérna hvað má ég fara með mikið út? Kemst í burt með 500 skall minni eða milljónina? Bara mín persónulega skoðun er að það verði eitthvað fjárhæðartakmark á þessu. Og til dæmis það að lífeyrissjóðirnir fengu núna 10 milljarða til þess að fara úr landi með. Og ef við horfum á það hver og einn einstaklingur fengi 500 skall til að fara út með og þurftir ekki með 20.000 kennitölu til að fara út. Og ég veit alveg hvað þessar 20.000 kennitölur eru, þær eru bara alls þar. Þannig að fljótt að telja minni upp þær, þannig að verður einhver fjárhæðartakmark á þessu. En aðeins áður en við förum yfir í sérstaka flokka í þessu, þá vil ég kannski eiga nokkur orðum áhættu, sko. Það er þannig að öllum fjárfestingum fylgir áhætta eins og bæði verðbólguáhætta sem hún Helga var að fara í eða bara einstaka félagaáhættan og rekstraráhætta einstakra íslenskra hlutafélaga, að þá eru miklar áhættur líka á erlendum mörkuðum. Og fyrir okkur sem Íslendinga og mörg fyrirtæki sem ég er að stýra kannski eignum fyrir, þau horfa alltaf árangurinn í krónum, þannig það er líka gjaldeyrisáhætta í erlendu eignum. En kannski fæstir eru mjög vel meðvitaðir hvaða áhættu er að taka. Og við höfum til dæmis verið að hjálpa okkar aðilum að meta hvað raunverulega áhættan er í verðbréfasöfnum hjá þeim. Þess að oft þarf maður að horfa alveg í gegnum alla sjóði og alla fjárfestingar til þess að finna hvað áhættustigi raunverulega er. En öllum fjárfestingum fylgir áhætta. Og íslenska krónan, hún er áhættuþáttur og hér setti ég mynd sem sýnir 12 mánaða meðaltal, bara 12 mánaða hlaupandi meðaltal á íslensku krónunni og þegar rauði liturinn eða rauða línan er fyrir ofan 0, að þá er það að fá auka ávöxtun á eignin ykkar vegna þess að krónan er að falla í erlendu eigninni. En þegar hann er undir 0, að þá er þið að tapa á því að vera með erlendu eignir, ekki endilega að tapa, heldur þá er íslenska krónan að draga úr ávöxtunarmöguleikum ykkar. Þannig að spurningin skiptir krónan máli þegar ég er að fjárfesta erlendis? Það fyrir eins og ég aftur eftir fyrir hverju ætti að spara. Fyrir langtíma fjárfesti þá ætti hann að láta skammtíma sveiflur í krónunni bara vera og vera að horfa. Ég er með erlenda eign úti og ég get verið að ávaxta hana, ég er með rosalega stóran heim sem ég get verið að fjárfesta í og það er allt í lagi. Á Íslandi hafa til dæmis lífeyrissjóðir reynt að verja þessa áhættu með því að gera gjaldmiðlaskiptasamninga. Þannig að þeir kaupa erlenda eignina en gera einhverja gjaldeyrissamninga á móti. Þannig að þeir séu eins og þeir séu með erlenda eign í krónum. Svona samningar eru almennt frekar dýrir og eiga að reyna að kosta þig vaxtamuninn á milli myntana. Vaxtastig á Íslandi er hærra heldur en úti. Þannig að það dregur líka aftur aðeins úr ávöxtuninni. En getur verið gott ef í ákveðnum tímabilum þar sem krónan er á mikilli ferð. Og ég talaði aðeins skuldabréfin áðan og mér langaði aðeins að benda hérna á eina mynd bara fyrir ykkur sem er að fylgjast aðeins með erlendamarkaðnum. Þá finnst mér þetta einna áhugaverðasta myndi sem ég rekist á undanfarið. Við erum búin að fá mikla hækkanir á hlutabréfamörkuðum og það sem ég óttast núna þegar ég les lágvaxta umhverfi sem við erum búin að vera í núna og bara þau takið sem dæmi að 10 ára ríkisskuldabréf í Sviss er að skila ykkur mínus 0,1% ávöxtun til 10 ára. Þannig að alltaf að tapa 0,1% hverju einasta ári. Þetta er óeðlilegt umhverfi. Annað sem er sérstakt við umhverfið eins og er í dag er að skuldsetningin í heiminum er búin að aukast alveg gríðarlega. Og á þessari mynd þá tók ég hérna saman 3 tímabil. Annars vegar aldamótin, fjórði ársfjórðungur árið 2000 og svo fjórði ársfjórðungur árið 2007 og svo fjórði ársfjórðungur 2014. Og þarna sjáum við að skuldsetning í heiminum hefur hún aldrei verið meiri heldur hún okkur núna. Og þá er spurningin, hvað gerist þegar Seðlabankinn í Bandaríkjunum verður að hækka vexti?
og þannig kemur aftur inn á skuldabréfin og nauðsynlegt að þekkja áhrifin af þeim. Þegar þeir hækka vexti, þá hækkar greiðslubyrðin af þessu. Það hefur hækkandi greiðslubyrði áhrif á hlutabréfaverð. Fyrirtækin þurfa að nota meira rekstrarfínu sem það hefði í afgang eða í hagnað til að greiða niður skuldir. Þannig það getur komið pressa á hlutafélög þar. Og þetta svona, og við sjáum þarna líka, og annað sem áhugavert að aðgerðir Seðlabanka heimsins, að þær hafa aukið í raun skuldir ríkissjóðs og Seðlabanka alveg gríðarlega mikið. Og þessar tölur eru einhvern veginn svo gjörsamlega algjörlega stjarnfræðilegar, einhvern veginn $200 billjónir, eða þetta væri $1 trillion ef þú væri að lesa þetta á ensku sko. Þannig að þetta eru ótrúlegar upphæðir. En skuldabréfin, það ekki bara áhætta í gjaldeyrinnar, og hér setti ég upp mynd aðeins sem að þið geti aðeins að glögga ykkur á því að við horfum oftast á þetta hjá okkur sem skuldaráhætta, verðbólguáhætta, vaxtaáhætta og svo gjaldeyrisáhætta þegar við erum að horfa á erlend skuldabréf. Og við sjáum þarna að það sem grænt að það þýðir að lítil verðnæmni fyrir þessum áhættuþætti. Þessi skuldaráhættunni, þú með til og með litla skuldaráhættu ef þú átt skuldabréf á ríki. Sama ef þú ert í verðbólgu og átt verðtryggt skuldabréf, að þá tiltölulega lítil áhætta sem þú átt að taka á verðbólguna því þú átt að verðtryggt. Og svo ertu náttúrulega vaxtaáhættan sem hvað mest þarna. En við sjáum fyrir Íslendingar sem eru fjárfest erlendis að þá gjaldeyrisáhættan langstærsti þátturinn. Og við sjáum þetta til dæmis í söfnum sem við erum að stýra hjá okkur, að það kunni kannski búin að setja niður viðmið, ég vil vera 30% í dollar, 20% í evru, 20% í kanadadollar, 20% í norskum og 10% í jenum. Og við horfum á þetta og þá gjaldeyrisáhættan náttúrulega orðin töluvert á milli þessara mynta, þannig við reynum að stýra svona eftir, eins og undanfæri kannski forðast norsku krónuna. Þannig að það var lækkað 30% frá hágildi sínu. Svo getur vel verið núna þessi tækifæri að fara þar inn, en það líka hægt að stýra þessari áhættu. En maður þarf að vera meðvitaður hana og fleiri áhættu þættir hérna og bara flokkar bréfa sem hægt að fjárfesta í nær svona óendanlegir. Og ég svolítið gaman að því að setja hérna high yield inn á glæruna og ég var á ráðstefnu í nóvember í New York og það var alltaf verið að reyna að selja high yield skuldabréf. Þarna komu íslensku fjárfestennir inn og allir bara high yield. Þetta búið að gefa alveg 18% ávöxtun núna ári og high yield eru sem skuldabréf sem eru útgefin að lakari skuldurum. Þess vegna flokkuð sem high yield. Þetta svona flott orð í staðinn að kalla þetta junk. En þetta var það sem við myndum bara breyta öllu. Þarna getur við svengið auka ávöxtun inn í safnið þitt. Viti menn ég fór heim, við ræddum þetta í teyminu hjá okkur og ég sagði þetta var þema en ég ekki samfærður og bara á næstu 4 mánuðum þá hrundi high yield markaðurinn í Bandaríkjunum. Þannig að það áhætta í þessu. Og ég betur fór ekki að ráða þeirra. En vaxtastig í heiminum, við kvörtum oft undan vöxtum á Íslandi og vextir á Íslandi í dag eru byrjun 5,4 til 5,8%. En hér setti ég upp bara líka til þess að sýna hvernig ástandið og hvernig punktstaðan Og þið sjáu þarna Brasilíu sem við köllum að eru svona konur í íslenska stýrivexti eins og þeir voru hérna áður. Það var góð tími þegar maður þurfti ekki að hugsa hérna eftir hrun, bara sett allt í innlán og þetta bara óx. En Brasilía hérna með hvað hæsta vaxtastig af þessum svona því kalla þróaðri hagkerfum þó svo sé kannski á mörkunum en þeir eru hluti af þessum BRIC-löndum sem mikið horft á, sem Brasilía, Rússland, Indland, Kína og þeir eru hagkerfi þeirra nokkurn inn í mólum í augnablikinu. Það er mikið ólægi þar. Olíuverðið mjög lágt, ríkisfjármálin í algjörum ólestri og menna líka við hryllingsmynd. En svo sjáum við að lönd sem eru kannski nær okkur í vaxtarófinni eins og Kólumbía, Indland og viti menn Grikkland. Hver hefur heyrt fréttir af Grikklandi undanfarið ári eða 2. Þetta alveg búið að vera aðal umræðefnið. Þráttur að Grikkland í svona alþjóðasamhengi bara pínu lítið og innan Evrópusambandsins líka. En þeir eru að fjármagna sig þarna yfir 6%. En svo sjáum við önnur lönd og mikið búið að tala eins og Portúgal. Að þeir eru bara býsna ágætis kjör ef við horfum ef þú kaupir 10 ára ríkisskuldabréf í Portúgal þá getur ríkissjóður þar gefið út rétt yfir 2%. Ég veit að íslenski ríkissjóður alveg til að gefa út alveg fullt af skuldabréfum á 2%.
En við sjáum líka þegar við komum nær í tíma inn á til dæmis 2 ára bréfin að þá þetta nokkurn veginn bara nálægt núlli og mörg þessara landa eins og ég set Sviss þarna neðst að það bara neikvæðir vexti nánast út vaxtarófið. Þannig að þú borgar svissnesku þjóðinni fyrir að lána þeim pening. Svona hljómar mjög svona skrítið. En þetta staðan í dag og þetta það sem ég bent á eins og með skuldastöðu í heiminum almennt. Að þetta það sem þegar þetta breytist, þetta fyrir að hækka, þá fyrst fyrir að sjá einhverjar alveg hreyfingar á erlendum mörkuðum. Svona, og hvort það var upp eða niður, það fyrir eftir hvernig menn eru búin að taka til hjá sér. En aðeins að hlutabréfunum þá. Ég veit að það eru margir sem eru mjög spenntir fyrir hlutabréfunum og ég veit að það var svona mín, þegar ég horfði á Wall Street eins og ég sagði inn í byrjun, þá var þetta alveg að fara að kaupa hlutabréf þó svo þeir voru að kaupa Teldar Paper í þeirri mynd. Ég veit ekki hvort einhver margir sem að kaupa pappisfyrirtæki í dag. Ég veit að eins og Íslandsbanki og VFB erum að reyna að vera algjörlega pappislaus banki, þannig að það ekki góð fjárfesting í dag. En þessi mynd, það sem hún sýnir okkur, er raunin ný heimsmynd. Þetta í raun lönd heimsins í sama stærða hlutfalli og hlutabréfamarkaðurinn þeirra. Og þannig þið sjáu þarna hvernig hverju margir horfa til Bandaríkjanna. Það einfaldlega vegna þess að Bandaríkin með langsamlega stærsta hlutabréfamarkaðinn í heiminum. Langsamlega stærsta. Og ekki margir sem átta sig kannski á því að Bretland þarna líka mjög ofarlega og aðeins og eftir Japan. Þannig að Bandaríkin, Japan, Bretland, að þetta eru svona stærstu hlutabréfamarkaðir heims. Og það ástæðan fyrir að svona margir eru að horfa þessi lönd sérstaklega í sínum fjárfestingum. Og annað sem áhugavert að horfa, við heyrum mikið eins og Rússlandskrísu og annað og hvernig Brasilíu reiðir af. En við sjáum hlutabréfamarkaðirnir í þessum löndum eru bara mjög litlir. Kína þarna, að þessi heimsmynd svona leiðrétt fyrir svona free float, þannig að hversu mörg bréf raunverulega eiga viðskipti á markaði og annað, en kínverski markaðurinn pínu lítill. Og þannig að ég hvet ykkur endilega til að kíkja á fyrirlesturinn sem við vorum með eða svona kynningarefni hvað gerðist í vikunni hjá okkur sem við vorum með núna eftir þessa Kína-krísu og þá fórum við aðeins yfir Kína og áhrif þess á markaðina. En kínverski hlutabréfamarkaðurinn mjög lítill og hann stórfurðulegur og það ekki grín sko. Og líka það að fyrir útlendinga fjárfesta í heimamarkaði Kína, það eiginlega algjörlega ómögulegt. En bara sem dæmi eins og hvað markaðurinn skrítin í Kína, við erum hérna með miklu umræðu útboð Siemens og hvað gengi hann fór á. Í Kína það þannig að ef þú ætlar með fyrirtæki í frumútboð, það að fara á markað núna, að þá það kínverski kommúnistaflokkurinn sem ákveður verðið á hlutabréfinu. Ef þeim finnst verðið of hátt, þá þarf það annað að lækka það eða hætta við skráningu. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir þá að félögin að fara inn verulega undirverðlögð og eru svo keypt upp í rjáfur og allir verða rosalega ríkir eða ekki, þar til þetta hrynur. En það nokkurn veginn svona áhugavert það sem að gerast þar. En heimurinn í raun allt öðruvísi þegar við horfum á hann sem hlutfall að markaðsvirði hlutafélaga. En þá spurningi, hvernig ná ég að fjárfesta? Og það nokkrar leiðir til þess. Og ég ætla að fara yfir þessar 3 helstu leiðir sem ég kannski horfa á meira kannski á hlutabréfamarkaðina því að skuldabréfamarkaðurinn hefur ekki mikið verið hérna keyptur hér heima. Til dæmis eignir lífeyrissjóðanna í erlendu skuldabréfum það eru vart til. Nokkrir lífeyrissjóðir sem voru með þetta, en það voðalega fáir sem að fókusa á þennan hlut. Þannig þetta að kaupa stökkbréf, þetta að kaupa verðbréfasjóð eða að kaupa það sem kallast sjóðasjóði. Mjög þjált og skemmtilegt orð, auglýsa eftir 9. En að kaupa stökkbréf, þetta það sem að segja sé svona áhættu samasta leiðin. Það ákveðin svona kunnátta sem þú þarft að búa yfir og þú verður svona fróðleiksfús og hellaði svolítið í þetta. En að skella sér í frí, það getur verið nokkuð dýrkeypt ef eitthvað gerist hjá fyrirtækinu í millitíðinni. Og þetta mjög vinsælt í uppsveiflumörkuðum og ef þú horfir til þess tímabili sem var frá 2005 til 2007, ef það kom einhverja tilkynningar inn á markaðina, FL Group var að kaupa American Airlines og þá satt ég inn á afleiðuborði hjá okkur og var að starfa þar, að þá heyrði maður bara í kringum sig að það vildi allir fara að kaupa American Airlines. Þannig að þetta svona fjárfestingaraðferðin sem við kennt við að teika og þetta verður svona ákveðin hjarðhegðun oft í ákveðnum hlutafélögum.
og eins og sé, þetta vinsælt í uppsveiflumörkuðum, en þá verðum við líka að taka svolítið inn í að það svolítið allt að hækka, sum félög hækka hraðar en önnur og við erum alveg með mælikvarða á það sem við förum alltaf í bara í framhaldsnámskeiðinu að sjá hver verðnæmnin í upp- og niðurmarkaði en það sem við þurfum alltaf að horfa, það þúsundir einstaklinga, 100.000 einstaklinga og greiningaraðala og fyrirtæki í heiminum sem að skoða nákvæmlega sama félag og þú ert að hugsa að kaupa. Þannig það að við hérna heima á Íslandi með erlendamarkaði vitum nákvæmlega hvað að gerast í þessu félagi, það einhver annar búinn að spotta örugglega líka. Og svo þessi spurning sem hefur oft oft erfiðasta ákvörðun fyrir einstaka fjárfesta. Ef þú átt einstakt hlutabréf og það lækkar, átt að halda því, selja það eða kaupa meira. Þorir að selja í tapi. Þannig að ef við horfum á hvernig svona sálfræði fjárfestir oft, að það þannig að þú kaupir einhver hlutafélag og þú ert rosalega ánægður og þú berðir á brjóst og maður kemur alveg í vinnunni, ég fór alveg og keypti þessi hlutabréf, rosalega jákvæður á þetta, svo lækkar hann 10%. Ok, á ég að selja? Eða fer ég að réttlæta kaupum fyrir mér að því að þetta hljóti að koma tilbaka? Þetta bara smá skammtímasveifla, þetta hlýtur að koma tilbaka. Við höfum öll sem höfum eitthvað að vera fjárfestir, við förum oft í gegnum þetta, á ég að halda og oftar en ekki eins og á mörgum tímum og mikið af því sem ég hef verið að sinna til fyrir okkar kunna að þá vilja kannski frekar halda bréfum vegna þess að halda að komi allt tilbaka. Það muni vera áfram að tilhneiging hlutabréfa að hækka en það bara ekki þannig. Við þurfum að taka rökréttar ákvarðanir og það að kaupa stök bréf, það krefst svona rosalegt aga af okkur í fjárfestingarákvörðun. Og svo spurningin, ertu virðis, vaxtar eða áhættufjárfestir? Og hversu margir inni hafa fengið svona tölvupóst á hotmaili þar sem hefur verið að benda ykkur á einhver ákveðin hlutabréf sem á að kaupa, penny stocks. Enginn? Jú, allan einhverjir hérna. Hefði sérstaklega skráð ykkur á fjármálasíður eitthvað svona og þá fær maður svona spam-póst og þá ofta verið að mæla með hlutafélögum og annað. En þá spurningin, ertu virðis? Og þá að enskan value. Ertu í stóru fyrirtækjunum, þeir sem eru með traustar arðgreiðslur, traustan rekstur, ertu í vexti og vaxta fyrirtæki sem kannski, það getur horft svona á þessi stóru félög sem hafa verið komið inn í virðiskeðina núna, að þá getum við horft á Google eða einhver þannig fyrir Facebook, það var náttúrulega sproti líka, og mikill vöxtur, eða ertu áhættufjárfestir, ertu tilbúin að fara í olíuvinnslu í Bandaríkjunum sem félag sem $50 million virði og þú ætlar að kaupa fyrir 500 skallið eða milljón. Þannig þetta svona spurningar sem maður þarf aðeins að velta fyrir sér ef maður ætlar að kaupa stökbréf. Og í þessu að þá erum við rosalega mikið magn á upplýsingum sem við fáum á okkur og sérstaklega við förum að skoða ákveðnar fjármálasíður sem eru svona hvetjandi til þess að förum að taka einhverja ákvarðanir. Og hér tók ég bara sem dæmi, ég kláraði þessa kynningu bara hérna í gær og ég googlaði þetta. Það bara orð eins og bara breakout og buy these stocks now og bara greinar sem voru búin að birtast síðastliðinn dag og þetta bara hlutaðin sem ég setti þarna inn. Vandinn við þetta að þessar fyrirsagnir eru oft rosalega æsilegar og það mála svona rosalega flotta mynd upp að einstökum félögum en þetta eru oft svona ekki kannski þekkt nöfn, þetta eru svona áhættufjárfestingar, þetta eru fyrirtæki sem eru lítil og menn reyna að tippa á að þetta muni alveg tvöfalda sig og menn að leita svona get rich quick. Þannig að ef þið sjáu þetta og ætla að skoða svona fyrirtæki verið aðeins gagnrýnin á það. Og svo eins og Jim Cramer hérna sem ég setti mynda þarna, að það oft rosalega gaman að sjá hvað hann rosalega æstur fyrir einu fyrirtæki í einni viku, svo kemur hörmulegt uppgjör og þá hann alveg rosalega svartsýtt Þannig hann sveiflast alveg eins og markaðari. En bara sem dæmi hérna, þá ætla ég að taka þetta frábæra fyrirtæki sem að vona flest ykkar þekki hérna hversu margir eiga skó frá Crocs eða hafa átt. Þeir eru kannski ung fyrir það, ég veit það ekki. Það þorir enginn að virti. Við þekkjum öll þessa skó. Þetta fyrirtæki fór á markað 2007 og var búin að vera í framleiðslu frá 2004 og þetta var ævintýralegur söluvöxtur hjá félaginu. Og félagið fór á markað, genginu eitthvað kringum 13-14, félagið rauk upp. Hvert uppgjör sýndi bara alveg exponential tekjuvöxt, þetta bara hlaut að koma alla leið út í bara eilíðina. Og ég mani þegar ég var að fá hvað mest að póstum þetta félag, bara starfandi þessi sérfræðingur, það var kringum milli gengið sér 50 og 60.
þar voru allir konur að, þetta next big thing. Þú verður að kaupa þetta, verðmarkvaldararnir líta alveg rosalega vel út á þetta félag og hvað gerist? Það voru allir rosa bjartsýnir á það, svo kom uppgjör, það sem lækkuð í það sem kallar forward guidance, sem bara tekjuvöxtur áfram eða sölutölur og fyrirtæki hrundi. Þetta var ekki þessi rosalegi vöxtur sem var á markaðnum. Svo komur í önnur vandamál og eins og við sjáum þessa frábæri skó sem að ég veit að samstarfsfélagi minn mjög mikið á móti, að það var að herma eftir þessari tegund. Það var að fá svipagúmmí, önnur fyrirtæki fóru að framleiða þetta, allt í þessu skór komni bara nánast inn í Next og byrjaði að selja þetta á börnin og bara staðkvæmdavara, auðvelt að herma eftir tækninni. Og félagið hrundi, það var komið þannig að það gat ekki borgað laun. Þetta rosalega mikla vaxta fyrirtæki sem var að skila vel á hverjum fjórðungi $200 milljón í tekjur. Átti ekki fyrir launum. Það fór í fjárhagslega endurskipulagningu og keyrðist aðeins upp og síðan þá er félagið aðeins búið að dala. Þið sjáu þetta í lokin, það smávægileg hækkun og vitið okkur þessi hækkun var? Það var þess að barnið þarna hjá honum Bretaprinsi og þeim, hann var hann sást í svona skóm. Þannig að menn voru alveg, já, nú þetta komið, nei. En það sem þarna bara mikilvægt, þegar við sjáum svona fréttir, við erum svolítið gagnrýnin á það. Hvaða tækni er að baka, hvenær eru að selja? Hefði félagið farið úr $70 á hlut, niður í 40, hefði maður þorað að selja? Það hefði verið rétt ákvörðun, en hefði maður þorað því. Þannig að maður þarf að vera með svolítið vel viss í sinni stöðu sem maður að taka á markaðnum. En þá næsta sem við getum rætt næsta leið til að fjárfesta erlendum mörkuðum, það verðbréfasjóðir. Það eru yfir 80.000 verðbréfasjóðir í heiminum og þeir eru margir og eru mismunandi. Og það nær endalausa möguleikar á þessu og þarna náum við í raun fram betri eignadreifingu. Þetta minni áhætta vegna þess að venjulega áttu í til dæmis sjóð sem á kannski 100 félög, 150 félög, allt upp í eiga bara í nokkurn veginn alla MSCI World vísitöluna, þessi 12-1300 bréf. Og nær betri eignadreifingu og það minni áhætta þarna heldur en einstakum bréfum og það eru tækifæri þarna til að taka ákveðna stöður með ákveðnum mörkuðum. Vegna þess að sjóðirnir eins og þarna að það til alþjóðlegu sjóðir sem nokkuð með þægileg leið, þú kaupir bara heiminn. Þú kaupir bara heiminn í réttum hlutvöldum eins og markaðsvirði hlutafélagin er. Og þetta mjög vinsælt hér heima. Við höfum verið að selja þetta með Vanguard núna í fleiri ár og það er rosalega stór eign hjá okkur og það er aðalega svona það sem kallað alþjóðlegir í raun bara index trackerar. Þeir fylgja bara vísitölunni. Lágur kostnaður eins og Ármann fór á með vísitölusjóðina. Lágur kostnaður, góð dreifing, þú getur öll landsvæðina undir, þú getur sett þetta inn og þú getur farið frí og verið bara nokkur rólegur í staðinn fyrir að fylgjast með Crocs hlutabréfunum. Svo til landsvæðasjóðir og við notum þá svolítið hjá okkur og það er vegna þess að hagsveiflan mismunandi á ákveðnum stöðum. Til dæmis núna þá eru margir fjárfestar sammála því að Bandaríkin séu tiltölulega ofmetin eða verðlag á hlutabréfum séu svolítið háttar en Evrópa sé svona kannski 18 mánuðum eftir þannig að það er meira inni þar. Af því að svona efnahagslegu stöðugleiki verði áfram nokkuð góður. En þarna hægt að nýta tækifæri alveg niður á bara kaupa bara Þýskaland, kaupa bara Grikkland eða viljið Þannig að það er bara að kaupa hvert og eitt landsvæði. Svo til atvinnugreinasjóðir. Ef við erum í tæknigeiranum og fylgjast voðalega mikið með því sem að gerast þar og sjáum mikil aukningu í tækifæri þar, þá getum við keypt bara sérstaklega IT-sjóð og meiri segja að kaupa svona upplýsingatæknisjóð, það geta verið alveg 4, 5, 6, 7, 8 mismunandi möguleikar á því. Og þetta er áhættusamara og þetta tengist hagsveiflunni mjög mismunandi. Til dæmis bara eins og við horfum á olíuna, það er svokallað energy ETFs sem er hægt að fjárfesta í þar. Þá ertu að fylgja svolítið olíuverðinni. Það geti kannski verið áhugavert ef þú telur olíun sem komið nægilega mikið niður að fara að kaupa þá. Ég hef ekki séð tækifæri þar ennþá, en þú veist það gæti alveg komið möguleika því. Og það er hægt að kaupa neytendavörur, það er hægt að kaupa vörur sem á nauðsynjavörusjóði. Það er hægt að kaupa svona rafveitusjóði eða svona veitusjóði svokallaða sem að sjá fyrir svona grunnstoðir í kerfinu eða þú vilt. Fjármála ETF-ar eða fjármála atvinnugreinasjóðir, allt inn. Og svo til svona það sem kallað sérhæðissjóðir og vísitölur. Og það er þetta komin bara inn í svona svartan kassa, allt mögulegt.
nýjast í ETF-in sem að ég hef séð að það var sem sagt Twitter og svona social media ETF að það sem að gera að þegar einhver twittar eitthvað jákvætt eða neikvætt félag að þá sem sagt einhver tölva sem að tekur við Twitter-fítinu, greinir það og kaupir það sjálfur. Og rannsóknir hafa sýnt að þetta hefur gengið nokkuð vel, þess að þeir allir verið rosa jákvæðir og fara allir að twitta það og svo þeir allir neikvæðir og þá twittaði líka það, þannig að þetta alltaf að gerast. Og ég búinn að fara aðeins yfir þetta, vísitölusjóð og virkisjóð, vísitölusjóður og Ármann fór svolítið yfir þetta áðan, þannig að kannski óþarfi fyrir mig að endurtaka, en nokkurn veginn vísitölusjóður fylgja bara vísitölunni og veist hvað þú ert að kaupa. Virkisjóðir, að þá verður að skoða svolítið undir húddið, hvað raunverulega undir í sjóðunum. Og til að sýna aðeins hvernig þróunin hefur verið í þessu, þá hafa virkusjóðirnir í Bandaríkjunum, og þetta bara frá Vanguard Group, þessi mynd, og sýnir þarna í raun að vísitölusjóðir eins og Vanguard og sem stendur þarna iShares sem líka svona vísitölur og atvinnugreinarsjóðir, þetta þá eignaflokkur sem búin að aukast hvað mest í eignum, á meðan virkusjóðirnir, þá horft þarna á Fidelity og American Funds, hefur verið að lækka. Þannig að eignir hafa verið að draga saman þar. Og partur af þessu staðreyndin að þessum 30% af virkusjóðum vinna vísitölum til lengri tíma og líka það að bara ákveðin áhættudreifing í þessu. Svo hér sjóðasjóður, heimssafnið, og það heimssafnið og við stýrum svona eign hjá okkur og þarna veljum við inn í raun bara bestu sjóðina sem að við sjáum inn í safnið og við tökum þarna atvinnugreinar og við tökum líka þarna inn landsvæði sem við vigtum inn. Þannig við erum að einfalda fyrir fjárfesta að kaupa bara einn sjóð sem að stýra öðrum sjóðum undir og dreifa þannig áhættinu. Þannig að þetta má segja þessi svona áhættu minnsta leiðin. Og þarna sjáum við hvernig Bandaríkin eru almennt í kringum 56–60% af heimsvísitölunni og við sjáum þarna erum við undirviktir Bandaríkin og það alveg meðvitað eins og ég var að segja áðan að við vonum að meiri tækifæri í Japan og Evrópu. Það bara þannig. Aðeins bara stuttlega hérna í lokin hvernig við horfum á þetta. Starf mitt snýst meðal annars það að horfa á þennan heim okkar sem eru hráir, gjaldeyrir, afleiður og svo kallar private equity og í kjarnanum alltaf hlutabréf og skuldabréf. Og það sem við gerum svo við þetta að við byrjum á því að móta okkur einhverja skoðun og ég trúi ekki hvað mikið að rannsóknum til hlutabréfamarkaðina sem maður getur farið í gegnum. Ég held ég endist ekki ævinn bara það sem í inboxinu mínu okkur núna. Og þannig að við skoðum svona hluti og við erum með aðferðafræði sem við erum búin að móta, þar sem við greinum aðeins hreyfingar á markaði, hvert peningurinn að fara. Við erum með ákveðna gagnaöflun frá okkar samstarfsaðilum og við fylgjum svo eftir þessum núverandi fjárfestingum og fylgjumst með þeim. Og svo erum við með svokallaðan fókuslista verðbréfasjóða, þar sem við erum með lista yfir það sem við teljum vera bestu sjóðina sem í boði. Og það ákveðin aðferðafræði sem getur fara á framhaldsnámskeiðum yfir með ykkur. Svo vinnum við úr þessum greiningum og sjáum hvernig aðrir eru að fjárfesta. Eru greiningaraðilar jákvæðar á Bandaríkin, Evrópu, einhver ákveðin atvinnugrein. Og svo setjum við saman endalegt verðbréfasafn og þarna erum við sérstaklega að horfa á erlenda. Þá veljum við verðbréfasjóði, við veljum kauphallarsjóði, svona ETFs og þannig að skoðun okkar á markaðnum á að skína í gegnum hlutabréfasafnið okkar. Já. Við erum komið með þetta mánaðarlegir fundir. Þannig að þetta orðið nokkuð kvikt hjá okkur, þess að við erum með svona sjálfvirkni í þessu. Og þannig að við tökum oft svona skoðun upp á 36 mánuði. En ég veit að þið eru allt komið hérna til þess að pæla í þessu. Hvernig best fyrir mig að fjárfesta erlendis og mér langar svona enda aðeins á þessum nótum. Og við hjá VAFI VIP-vörundum alveg glöð taka á móti ykkur og við bjóðum upp á viðskipti með einstök hlutabréf og við erum með aðgang á flestum kauphöllum. Flestir bankarnir eru það líka. Við bjóðum líka mikil úrval af verðbréfasjóðum sem fjárfesta á erlendum mörkuðum og við veitum líka ráðgjöf, ef einhverjar spurningar þá eru mjög hæft lið þar og þeir hérna uppi, Gísli og Tómas, eru sérfræðingar í þessu. En hvar finnur upplýsingar á markaðinn? Setti hérna upp svona bara gamni svona nokkra veitur sem að ég nota. Ég nota Google Finance, Bloomberg, Yahoo, Investors.com, Twitter. Ég fór á Twitter, þannig að það var bara allir að tala hvað að gerast á Twitter, þannig ég var að fara líka. Og Wall Street Journal, Financial Times, New York Times og CNBC.
Twitter í þessu, ég vil sérstaklega minnast það, mjög áhugavert núna. Vegna þess að þarna teki ég dæmi Carl Icahn, sem mjög stór fjárfestir og mjög þekktur, að hann farin að twitta, kallinn því að sem nálgast áttrætt, og hann að twitta, ég var að kaupa 500 miljón meira í Apple. Og markaðurinn horfir á þetta og kaupir líka. Hann óbeint á áhrif á verðmyndunina, og sem dæmi daginn að þá var hann að tala að vera í hádegismat með forstjóra á Apple og var að tala share buyback, eða svona endurkaup áætlun fyrirtækisins. Félagið tók 5% stökk. Og svo eru milljarðamæringarnir eins og Bill Ackman og Carl Icahn, að þeir eru farin að kljást líka bæði á þessum samfélagsmiðlum og Twitter. Þannig að þetta fylgjast með svona milljarðamæringurum verið rífast. En, já, það var mjög sérstakt að vera í því. En bara eitt að lokum að ég vil minnast á þetta því ég fá mjög mikið af fyrirspurnum inn á VIP að á samfélagsmiðlunum og á netsíðum oft verið að bjóða ykkur að skrá ykkur viðskipti hjá einhverju fyrirtækjum. Sumir eru alveg eflaust ágætt. En bara hvet ykkur til þess að þú verður að skoða ef þú ætlar að opna einhvern reikning erlendis, hvað ert að kaupa? Í hvert ert að senda peningin? Og tek þarna bara sem dæmi að sko, þú vilt fá peningin tilbaka eða ekki, þegar þú leggur hann inn, eða þú vinnur, eða þú hefur rétt fyrir það, þarftu að nota hann. Og hér bara tók ég svona eitt dæmi fyrirtæki sem ég bara googlaði og fór bara inn á svona consumer report. Og þarna var aðili sem að setti inn pening, hann græddi pening og ætlaði að taka hann út og hann gat ekki. Þannig að við verslið við viðurkennda aðila og bara hver sem hann bara passið ykkur þar sem við setjum peningin inn og að við geti tekið hann út aftur. Svo við þurfum vonandi einhvern tímann að nota hann. En að þessu sögðu þá bara þakka ég fyrir mig og kannski Björn, hvernig ég veit að ég fór aðeins yfir á tíma.